Komið sæl mín kæru. Í þessu þætti ætlum við að fara vítt og breitt landið, skoða brot úr því besta frá árum áður og hitta alls konar skemmtilegt og áhugavert fólk. Komið með. Bílar, það er ekki til bílar í gamla. Ekki neitt rafmagn, ekki neitt sjónvarp, ekki neitt YouTube eða svoleiðis. Engir snjallsímar. Keto-mataræði er mjög mikið í umræðinni þessa dagana. Eitthvað sem fáir vissu hvað var fyrir 5 árum er nú orðið á allra vörum. En hvað er keto? Jú, í mjög einföldu máli snýst þetta að borða þannig að líkaminn skipti úr því að nota kolvetni sem orkugjafa yfir það að nota fitu. Þetta felur í sér að hafa makrónæringarefnin, fitu, kolvetni og prótein í vissum hlutföllum, þar sem kolvetni er ekki meir en 5%, prótein 15% og fita 80%. Þetta þýðir að taka út allan sykur, nánast allt kornmeti, ávexti, baunir, grænmeti sem vex neðanjarðar og unnar matvörur. Það sem má borða er hins vegar allt kjöt, fiskur, sem sagt prótín, góða fitu, sterkjulust grænmeti, einstaka ávexti eða ber og feita mjólkurvöru. Fyrir flesta er þetta gríðarlega mikil breyting á mataræði því að þetta útilokar nánast alla kolvetnaríka fæðu og er kannski ekki fyrir alla. Því er gott að fara varlega í breytingar, fylgjast vel með eigin heilsu og jafnvel ráðfæra sig við lækni áður en haldið í miklar lífstílsbreytingar á skömmum tíma. En eins og við tókum fram í upphafi ætlum við að bjóða tónlistarmanninum og veiðimanninum Pálma Gunnarsinni í mat. Við ætlum að fylgja keto-reglunum og steikja hondunum lax, gera guacamole og tómatsalsa. En áður en við förum heim skulum við fræðast aðeins makrósmatræði. Við erum stöddir í framan líkamsræktarstöðina Norður þar sem við ætlum að hitta hann Inga Torfa Sverrisson hjá ITS og komast að því hvernig hann getur hjálpað okkur með matræði. Ingi, takk fyrir að taka mót okkur og fræða okkur aðeins hvað þú ert að gera. Já, þú og ITS, segðu mig hvað er það? Sko, það er náttúrulega bara skammstöfun af nafninu mínu og einhvern veginn festist við þetta konsept okkar, en makrós er það sem við gerum. Ég og Linda Rakel, kærastan mín, erum búin að vera núna í 1 ár að hjálpa fólki með að taka mataræði gegn, en út frá kannski svolítið öðrum vinkli sem að margir eða fæstir þekkja og hafa pröfað, og það er búin að vera mjög áhugavert. Makrós, og hvað er það? Það er rauninni bara enska þýðingin á næringarefnunum sem eru kolvetni, prótein og fita, en hljóma bara miklu betur að segja makrós frekar næringarefnamælingar. Þannig að það er rauninni, við erum að láta fólk borða eftir hlutföllum og af næringarefnunum, þannig að allir fái sinn skammt af prótein, fitum og kolvetnum, en auðvitað allt mælt út fyrir hvern og einn sérstaklega. Hvernig hafa móttökurnar verið? Já, það er þannig að við sögðum upp vinnun okkar, við Linda, fastri og öruggri vinnu, og ég er til 16 ára sem er vinnunni og þannig að við ákveðum að taka það skref, og í dag eru starfsmenni 9 hjá okkur, og þannig að viðtökurnar hafa vægast sagt verið góðar, og ég held að í dag séu kúnnarnir hátt í 1300 virkir kúnnar. En má maður borða hvað sem er? Já, í grunninn, en auðvitað fókuserum við rosalega mikið á gæði, og því að það er náttúrulega gæðin sem að koma okkur alla leið, en kannski er það sem fólk er búið að vera að fókusera of mikið á eru gæðin, og gleyma því að það sem að skilar mestum árangri er magnið. Og ef við horfum á þetta sem svona píramída, sem að við kynnum það þannig að það er magn, hlutföll, tímasetningar, gæði, og svo koma vítamín og svo aðferðafræðin sem við nota, keto eða hvað það er, að við erum bara að vinna neðst í magni og hlutföllum, og þá má í rauninni, við erum ekki að segja hvað átt að borða heldur, hversu mikið og í hvað hlutföllum, og þú svolítið stjórnar hvernig þú stillir upp deginum. En að sjálfsögðu viljum við ekki að fólk sé að borða kannski klára á daginn með Haribo-hlaupi eða fransbrauði, sko, en ef það er það sem þú þarft til þess að endast í 100 daga eða hvað það er, þá er það betur en að gera ekki neitt. En svo fann ég þessa frábæru bók. Já. Það sem ég hef nú verið að rannsaka. Betri útgáfan. Já, við Linda, af því að það var ekki nóg að gera hjá okkur, þá ákvað við hendi í eina bók. Það var svona verið að koma með á hugmynd, en hugsunin var þá að láta kúnnan skrifa bókina. Okkar bestu viðskiptavinni kom með sína nálgun á
hvað virkar fyrir þá og til þess að kveikja þá kannski neyslan í fólki út í bæ til þess að verða aðeins betur útgáfa því að það er alltaf að tala um að vera besta útgáfan, það er svona pínu klísja núna en hvenær verðum við best? Aldrei, getum ekki alltaf gert það aðeins betur og þannig kom hún til og ótrúlegt ævintýri og gaman að hún varð allt í einu bara metsölubók í janúar án þess að við höfum kannski lagt mikið upp úr því að auglýsa hana. Fínar uppskriftir. Já, frá kúnnunum okkar. Já, takk. Hvar finnum við ykkur? Sko, við vorum að stofna heimasíðu í dag, itsmakros.is og Ingi Torfi á Instagram og Linda Rakel á Instagram. Ingi, þetta er spennandi. Já. Takk kærlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Þú ert búin að gera mig forvitin ýmislegt. Gaman að heyra. Ég hef trú að kokkurinn læri að verða bakari. Það er kannski að lokum að segja við að hvernig verður góðu bakari, það er með að vigta allt og fara til uppskrift og svo og læri leikinn áður en að ferða skilur við. Bakararnir hafa líka sagt mér þetta í vinnunni að vanda sig að vigta nota og tekst þetta. Akkurat, nota tölur og svo getur við fara að brjóta reglurnar seinna, nota tilfinninguna. Takk kærlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Er þetta til að gera ost? Bítu á... Er þetta strauja? Já, ég var bara að segja það. Strauja föt og maður setja eitthvað hérna inn í til að láta hitta eða eitthvað. Eitthvað, ég veit það ekki. Fyrst ég ætla þetta að vera ostur af því þetta er svona formið eins og ostur. Frá Philips? Já, frá Philips, en þetta er eitthvað svona rafmagnstæki sem að segja líka snúran. Þetta er frá Philips og það stendur Hertz. Já, þannig að það stendur, þetta er held ég hátalari. Já, ég myndi halda það. Ég pínu vissi að þetta sé útvarp, mögulega. Eða bara hátalari. Ég held að þetta sé útvarp. Já, skilði. Af hverju myndir þú vilja hátalara 1900 og súrkál? 1900 og súrkál? Dich dann im Ganzen gesehen. Og ég sný bara. Já. Hérna sérðu tónana, hvernig þeir getur lesið svolítið músíkina á bandinu, sko. Get ég það? Já. Langur tón. Þessi var slappur. Ég ætlaði að slá svona af, en það virkar ekki alveg þannig. Nei, það virkar ekki alveg. Og svo þetta er restin af laginu. Þetta er hái tónninn hérna, sko. Og svo kemur aftur hártón hér. Það er auðvelt að gleyma sér í heimsókn í orgelsmiðjunni á Stokkseyri þar sem að Björgvin Tómasson hefur komið sér upp vinnuaðstöðu og sýningarsal þar sem margvíslegan fróðleik er að finna. Það er saga á bakvið hvern hlut og hvern grip, stóran og smáan. Var ég góður? Já. Ég mani svona þegar ég var polli að þá langaði mig alltaf til þess að verða smiður og átti bæði móðurbróðir og föðurbróðir, þeir voru báðir smiður og mér fannst alltaf spennandi að fylgjast með þeim og svona og langaði óalega mikið, talaði gjarnan um það að verða smiður en svo álpast ég út í músík, byrja sem stráklingur að spila í lúðrasveit heima og síðan fer ég að læra á píanó og enda með því að fara í tónmenntakennardeild tónlistarskólans í Reykjavík og útskrifaðist þar sem tónmenntakennari 1977. Þá fannst mér ég vera eiginlega svona of ungur til þess að vera bara búin að festa mig hérna í einhverju ákveðnu starfi. Og uppálega var ég svona eiginlega að spá í að læra píanóstillingar og hafa það svona kannski sem sumarvinnu með kennslunni. En svo fór það nú þannig að ég fór út í orgelsmíðar, fór á samning út í Þýskalandi árið 1978 og lenti hjá svolítið lélegu fyrirtæki til þess að byrja með en kynntist síðan alveg frábæru manni þar sem ég gat lokið mínu námi og klára mitt sveinspróf. En í svona grófum dráttum er þetta mín leið inn í
orgelsmíðar. Þegar ég kem heim 1986 eftir 8 ára dvöl út í Þýskalandi þá lá náttúrulega beinast við að fara að reyna bara að fá að smíða einhver hljóðfæri, sko. En það náttúrulega erfitt þegar þú hefur ekkert að sýna, menn vissu ekkert, sko. Ég bara dáist að þeim, sko, fyrstu 3 aðilum sem að kaupa af mér hljóðfæri. Fyrsta hljóðfæri mitt fer í Akureyrarkirkju, 1988 smíðaði ég það og það Björn Steinar Solbergsson, organisti í Akureyrarkirkju þá, sem að pantar af mér hljóðfæri. Og svo koma 2 næstu hljóðfæri í Ólafsfjarðarkirkju og í Fáskrúðsfjarðarkirkju og allir þessir aðilar í rauninni panta hjá mér hljóðfæri á þess að ég vita það nokkuð hvort að ég kunni að smíða. En samt ég afskaplega þakklátur fyrir það að hafa getað þó starfað við þetta í 30 ár hérna heima við orgelsmíðar, orgelviðgerðir, orgelstillingar. En hvernig stóð það að þú komst hingað á Stokkseyri? Það var nú þannig að ég hafði keypt mér hús hérna árið 2000, gamalt hús og sumir segja ég hef nú bara keypt það út af nafninu. Það heiti Björgvin, nú búið að heita það í rúm 100 ár. Þetta gamalt fiskverkunarhús og þetta var í eiginlega engri nýtingu þannig séð og ég gat fengið þetta húsnæði keypt hérna. En mér finnst alveg frábært að búa hérna á Stokkseyri og þetta er mjög notalegt og frábært að vera hérna. Þú ert með frábært útsýni hérna. Maður sér fyrir sér að brimið eigi vel við orgeltónana. Já, það er nú gjarnan talað að Páll Ísólfsson hafi nú farið hérna, hann átti náttúrulega bústað hérna austar þorpinu og gjarnan staðið og hlustað á brimið og maður kannski heyra það svolítið í tónlistinni hans. Og hérna, hér er náttúrulega frábært þegar við sitjum hérna upp á kaffistofunni og dásumum hérna hvort sem það er sól eða stormur, sko. Og við erum náttúrulega í mjög náinni snertingu við náttúruöflin hérna og auðvitað stendur svolítið ógn af hafinu ef það er mjög hásjávað og stormur. Gæti alveg skeð að við fengjum hérna einhverja gusu hérna inn á vegstæðið en við vonumst náttúrulega til að svo verði ekki. Heldur að krafturinn skilir sér í hljóðfæri? Ég hef ekki að segja það. Það er allavega kraftur í okkur. Og við erum allir að vilja gerðir að halda áfram þessari smíði ef einhver vill kaupa á okkur. Þetta hérna er 3 radda pípuorgel. Hérna eru raddirnar sem maður setur inn, sko. Og ef maður hérna tekur bara þessa fyrstu rödda þá kemur bara svona veikt og svo bætist við hérna 4 fóta rödd og þá hérna aðeins verið birta og svo kemur 2 fóta rödd hérna til viðbótar og þá þetta orðið svona alvöru orgelhljómur, sko. 262 ára gamalt, stendur fyrir sínu. Hárblásari. Já. Ég sé svona í mynd, þetta er hárblásari. Stingur þetta í samband og... Setur þetta yfir hausinn á þér. Setur þetta á hausinn á þér. Svo kveikirðu á þessu. Og tengir rörið einhvers staðar. Tengir þetta hérna, eða rörið hérna, fyrst þessu. Það kemur hérna. Já, það kemur, þetta er hárblásari. Eitthvað svona gammal, þetta klæði. Klóra með hausinn. Verið þið velkomin í Mótorhaus. Núna erum við á Gatibil 2018. Fannar búinn að bjóða mér að fara með sér í tring á bílnum. Ég ætla nú ekki að bogna undan því. Þannig að til þess að fá að fara með, þá ætla að fara á svona námskeið sem við fórum á í gær. Svona passenger námskeið, þannig að ég mætti vera, förum við til vinstri, þannig ég mætti vera farþegi. Og það snerist basically það að ég mátti ekki fara út úr bílnum eða gerðist eitthvað og ég ætti nú að ráða við það. Og ég þarf að vera í galla. Það er ekki til neitt galli á mig. Þannig að ég ætlum að finna einhverja verslun hérna og sjá hvort það sé ekki til sölu einhversta galli sem passar á mig.
Jæja, hérna er einhver búð sem við ættum að geta keypt eitthvað í. Er aðalmálið passiðan eða liturinn? Það er bleikan. Reyndar er þetta bara eins og vanalega þegar ég fyrir fatabúðir. Þá þarf ég bara að finna númer sem ég passa í og ákveða síðan hvort ég sætti mig við gallan eða ekki. Ekki bara ég geti labba að einhverju sem langar í og velja svo bara númer. Þessi er reyndar hriflaður hérna. Er þessi 58? Já, hann kostar líka 10.400, 50, já. Þetta er allt of lítið. En í þessari hérna röð. Er þessi ekki lúkkar eða? Já, í mitt. Það sé nokkuð heitt í þessu. Heyrðu, hvaða barnasnið eru þetta? Ég er ekki að passa í þetta, sko. Er þetta ekki 60 eða? Vá, akkur er þessi svona miklu stærri. Er þetta ekki bara málið það? Hvernig er þessi? Selt. Var hann ekki til aðeins hvítari eða? It's very big. Þá er það bara að hitta á Fannar, taka stöðuna á honum og skella sér í galla. Jæja, þarna var minn orðinn heldur spenntur, farinn að spenna sig ofan í stólinn og gera sig kláran fyrir átök komandi mínútna með honum Fannari á driftbrautinni á gatibíl. Það var alveg gríðarlega heitt, til að mynda voru símarnir okkar hættir að virka og myndavélarnar að detta út, en þarna eru að keyra inn í fyrstu beygju, spenna í hámarki og þá gerðist eitthvað. Það kom ægilegu dyngur og bíllinn var eiginlega bara stjórnlaus og hann þurfti að keyra út í kant og fá aðstoð þeim. Það brotnaði í honum spindill. Jæja, þá er það pitstop. Við komumst 2 beygjur og það brotnaði spyrnan undan bílum mín megin. Leitt. Það er ekki að vera að skjóta með það hvort þetta hefði mögulega verið og mikið álag. Ég veit það ekki alveg. En strákarnir eru að kippa sér liðin. Þeir tóku spyrnuna með sem voru í bílum orginal. En þeir eru enga stund að laga það. Já. Nú prófum við aftur eftir að búið að gera í bílinn. Sjá hvað þetta gengur. Já, nú er ég heldur betur komin í góð mál. Ég er komin hérna á fjórhjól. Það er fjórhjólaklúbburinn Lísurnar í Grundarfirði sem að buðu mér í ferð og ætla að segja okkur aðeins frá starfseminni hvaðan þessi hugmynd er komin. Besta hugmynd ever, þetta er ótrúlega skemmtilegt. Heyrim í þeim. Þú heitir Lísa og þið heitið fjórhjólaklúbburinn Lísurnar og ég ætla að geta mig til að þú hefur stofnað þetta. Já, það er alveg rétt hjá þér. Mér vantaði eitthvað að gera með svona bara stelpunum og ákvað bara skellin á Facebook síðuna Stelpó í Grundó. Hvort það væri ekki einhverja sem væri til í að vera með mér. Og þegar ég held það nú, það væri fullt af stelpum og við erum bara orðnar nokkuð margar og út frá því stofnuðum við klúbb og ég réð ekki nafninu, skulum alveg hafa það. Ég er ekki þannig, það er engin gjöld sko. En þeim fannst þetta tilvalið, það datt engum eitthvað annað í hug en Lísurnar og við erum búin að fara í nokkra ferðir, bara um svæðið. Þetta er alveg geðveikt sko.
Þú áttir fjörhjól. Já. Áttu svona margar fjörhjól í sveitafélaginu? Áttu þú fjörhjól? Já. Það var bara klárt í bílskúrnum. Af hverju á maður fjörhjól? Af hverju ekki, ha? Já, ég á líka sveitabæ, þannig að það liggur svolítið beint við að eiga líka fjörhjól. Er það ekki bara svona samsam? Við byrjuðum 5, 6 og ég held að hjólið sé að verða 10. En sko, ég fékk alveg orð í eyra frá nokkrum eiginmönnunum sko, að heimilisbókhaldi væri svolítið að fara á hvolf við þetta. Það væri svolítið að biðja að kaupa fjörhjól sko. Þannig ég held að sé núna búið að kaupa 2 eða 3 bara síðan í haust sko, hingað í Grundarfjörðinn. Svona fjörhjólaferðir, út á hvað ganga þær? Nesti. Fara einhvert og borða nesti. Já. Nei, við bara njóta náttúrunnar og samverunar og aðeins að keyra bara. Stelpum finnst líka alveg gaman að keyra fjörhjól sko. Það ekki bara strákar. Komist alveg út í náttúruna, út allt? Já, við förum alltaf bara merta línuslóða sem við megum keyra. Og ef við verðum strand þá bara snúum við. Þú veist, finnum græna laut og borðum nesti. Hvað erum við að tala um langar ferðir? Við höfum verið, styðsta var 3 tímar, lengsta var held ég 5 tímar, cirka svo leiðis. Svo svona planið í sumar að fara kannski einhver staðar lengra og gista kannski skála og svona. Það alveg hugmyndir það. Við erum akkurat að hitta okkur hérna núna. Þið eruð að leggja á stað í ferðalag og hvert eruð að fara? Við ætlum að fara inn í Framsveitina. Kringum Eyrarfjall. Kringum Eyrarfjall, það hérna alveg við hliðina og alveg, þið komist hringinn í kringum fjallið. Já, við erum á milli fjallana. Þannig smá veg yfir fjallgarðinn og fjallgarðinn, þannig á milli fjallana. Og komum niður hinum meginn og svo klárum við gamla veginn, hringinn kringum fjallið. Eigið ykkur eitthvað svona systurfélög? Herðu, við erum eftir að tekka því. Örugglega. Vonandi. Það væri óbáslega gaman að geta hóa saman í góðan hóp sko. Og eins líka verið fleiri á nesinu sem vilja vera með okkur. Bara endilega. Stelpur, þið létu slag standa og skelltu ykkur með innan hóp. Áttu þið líka fjörhjól? Nei, ég á ekki hjól. Bara að fæ lána hjá Lísu, hún á nokkur. Herðu, kallinn kom mér bara óvart og bara einn daginn var bara mætt fjörhjól í bílskúrinn. Þannig að bara vel gert, sko. Ég var ánægð með hana. Já, bara vilja koma þér í þennan félagskap. Já, æðislega. Já, við áttum. Við erum að stunda veiði og þetta er bara nauðsynlegt, það eiga. Fyrir þá sem hafa ekki keyrt fjörhjól, er þetta bara, þú veist, geta þetta allir? Já, ég myndi segja það. Þú veist, þetta er ekkert allavega, ég er svo sem viðurkenni það, ég þekki kannski ekkert mikið fjörhjól, en allavega þau hjól, þú veist, þetta hjól sem ég hef keyrt, það er ekkert erfitt að keyra þetta. Nei. Ekki erfitt að stýra þessu? Nei, ekkert þannig, sko. Þú veist, maður þarf bara, þú veist, þetta er spurningin að fara út fyrir þægindarhringinn sinn, sko. Já. Það er svolítið svoleiðis. Þú veist, það var smá þóra að gera. Hvort er það nestið að náttúran sem kallar meira í? Ég hef svo að sé nestið á þér öllum. Veit það. Eða kannski bæði, já. Já. En líka bara, þú veist, að kynnast fólki á svolítið öðrum, þú veist, forsendum, skiljið. Ég meina, eins og við hérna, við búum hérna allir saman bæ og þú veist, maður kannski er ekkert, þú veist, við erum kannski ekkert allar eitthvað endilega í einhverjum kontakt svona dagstaglega, þú veist, en maður kynnist fólki á öðrum forsendum og bara nýjan hátt, sem bara gaman. Já, þetta er svona eitthvað þriftótt. Já, örugglega eitthvað þannig. Þetta var sett eitthvað hérna ofan í og ég skil ekki hvað þetta er. Er þetta sumbissa? Er þetta vassbissi eða eitthvað? Ég skil ekkert hvað þetta er. Ég veit ekkert hvað þetta er. Í dag er íslenska hrossakynið best þekkta íslenska búféð á alþjóðlegum vettvangi vegna útflutnings reiðhrossa áratuga skeið. En þetta forna og fjölhæfa kyn hefur þróast hér í einangrun síðan á landnámstíma á nokkurrar íblöndunar. Í dag eru 80.000 vetrarfóðru hross í landinu. 10.000 einstaklingar eru skráðir í hestamannafélög en áætlað er að hátt í 30.000 manns leggi stund á hestamennsku í landinu. Jafnframt eru 130.000 íslensk hross erlendis. Hrossarækt á auknum vinsældum að fagna hér á landi þar sem finnast mörg stór og metnaðarfull hrossabú auk þess sem fjöldi einstaklingar ræktar hross sér til ánægju. Ég heiti Eyrún Ýr Pálsdóttir og ég stundar hrossarækt. Er gaman að vera hestabóndi? Já, það er náttúrulega bara lífsstíll. Skemmtilegast er náttúrulega árangri og að
þegar fólöldin kasta. Sjá það nýjasta. Áttu uppáhaldshest? Já. Hver er það? Hún heitir Klara frá Flugumýri. Og hvers vegna er hún í uppáhaldi? Hún hefur bara skilað mér mjög mörgum góðum stundum. Góðum ferli, keppnisferli saman. Talarðu við dýrin? Já, eiginlega hallaraslega mikið.